Góðan daginn. Ég ekki að fara að halda biblíulestur. Hvað segið þið gott? Ekki allir búin að sofa vel í nótt? Segið alveg satt, hver sofa vel? Ok. Það var rosalega fáar hendur á lofti. Hver sofa illa? Ok, það sem betur verið færri hendur á lofti. Bara sumir sem vilja ekki tjá sig þetta. Ég skil. Hinir sáu bara munnaði ekki. Yndislegt að vera saman á kvotmóti. Langaði að segja frá því að núna eftir svona fjölskyldufjör, svona dagskrárliður milli viðburða í dag og það verður á milli Arkar og Skála. Það ætla að fara í einhverja leiki og endilega þótti séu ekki hluti af fjölskyldu eða fjölskyldan sé ekki með ykkur eða þeir eru einn, þá eru þeir líka mjög velkomin. Þegar við ætlum bara að fara í svona gamla og góða leiki. Og þegar maður leikur sér með ykkurum, þá kynnist maður líka fólki. Ok, hver ætla að koma í leiki? Þeir eru svo feimin að lyfta upp. Það þarf að vera lofgjörlega svo þið lyftið upp hendi. Heyrðu, geggjað. Mig langar að bjóða á svið ungan mann sem að tala á kvotmóti í fyrsta skipti og mig langar að bjóðum hann mjög velkominn. Hann heitir Mikael Ómarsson. Gerðu svo vel. Guð blessi Mikael. Góðan og blessaðan daginn, kæru systur og bræður í Kristi Jesú. Yndislegt að sjá okkur á þessum fallega föstudagsmorgni hérna á kvotmóti 2026. Má ég fá smá woohoo? Ó já. Heyrðu, ég fengi þann heiður að fá að leiða ykkur í biblíulestur á þessum góða föstudagsmorgni. Og ég ætla að lesa fyrir ykkur úr 1. Tímóteus 4. kafla 6-16 og svo ætlum við aðeins að kafa inn í þann texta saman. En fyrst ætla ég að fá að biðja eina bæn. Takk elsku Jesús fyrir daginn í dag. Takk fyrir allt sem þú hefur gefið okkur. Ég bið og gefur okkur andarspeki og opinberunar þegar við komum inn í þitt orð að þú opinberur fyrir okkur það sem þú vilt leiða okkur inn í og ég bið að opna hjörtu okkar fyrir öllu því sem að þú vilt sá inn í okkur og ég bið að við meðum bera mikinn ávöxt. Takk Jesús. Hjálpa okkur að sjá þá von sem þú hefur kallað okkur til og hversu ríkulega og dýrlega arfleið þú ætlar okkur. Takk fyrir þinn kærleika til okkar. Ég bið og hjálpar okkur að elska þig ennþá meira og elska hvert annað. Takk Jesús. Í Jesú nafni, amen. Herri já, þá ætla ég að demba mig beint í textan. Þið getið fylgst með upp á skjá. Eða auðvitað í biblíunni ykkar ef þið eru með það er ennþá betra. Já. Verðið ljós. Heyrði. 1. Tímóteus bréf, 4. kafli, vers 6-16 hljóðar svo. Með því að brýna þetta fyrir söfnuðinum ert þú góður þjónn Krists Jesú og styrkist leið af orðið trúarinnar og þeim góða trúarlærdómi sem þú hefur fylgt. En hafna þú vanheilugum hégiljum og æf sjálfan þig í guðrækni. Líkamleg æfing nytsamleg í sumu, en guðræknin til allra hluta nytsamleg og gefur fyrirheit bæði fyrir þetta líf og hið komanda. Það orðið satt og í alla staði þess vert að við því sé tekið. Þess vegna leggjum við á okkur erfiðið og þreytum stríð því að við höfum fest von okkar á lifanda Guð sem frelsari allra manna, einkum trúaðra. Bjóð þú þetta og kenn það
Lát engan líta smáum augum á æsku þína, en ver fyrirmynd trúaðra í orði og hegðun, í kærleika, trú og hreinlífi. Ver kostgjafinn við að lesa upp úr ritningunni, uppörva og kenna þangað til að ég kem. Vanræktu ekki náðagjöfina sem þér var gefin að tilvísun spámannanna og með handa yfirlegningu öldungana. Stunda þetta og ver allur í þessu til þess að framför þín sé öllum augljós. Haf gát á sjálfum þér og fræðslunni, ver stöðugur við þetta. Þegar þú gerir það, myndu bæði frelsa sjálfan þig og áheyrendur þína. Þetta góður texti. Hér Páll að skrifa bréf til lærisveins síns sem heitir Tímóteus. Hann Tímóteus var ungur að aldri og hafði tekið við söfnuðinum í Efesus og Páll var að ferðast í trúboðsferð og að skrifa hann til að hvetja hann. Og þetta bréf skrifað til þess bara að styrkja trú hans og leiðbeiningar og líka til þess að biðja hann að leiðrétta svona villukenningar sem að einhverju voru að fara með í kirkjunni þannig í Efesus. Og hann Tímóteus, hann átti pappa sem var Grikki og mömmu sem var gyðingur. Og á þessum tíma var það ekki mjög vel samþykkt af samfélaginu. Þannig að fólk leit svolítið niður á hann og hann passaði ekki inn hjá Grikkjum og ekki inn hjá gyðingum. Þannig að hann var svolítið svona, en mér leyfist að sletta á ensku, svona outcast. Þannig að, já, það svolítið samhengi á bak við bréfið og mikil dýpt í þessum stutta texta sem að, öllu þessu bréfi, en hérna í þessum texta sem hann talar að vera fyrirmynd trúara. Hann kallar Tímóteus til þess að vera fyrirmynd trúara. Og ég trúi því að við séum öll kölluð til þess að vera fyrirmynd trúara, fyrirmynd fyrir hvort annað, eins og járn brýnir járn og maður brýnir mann. Þá eigum við að vera fyrirmynd fyrir hvert annað. En nú ætla ég að gefa ykkur svona cirka 10 mínútur þar sem þið getið lesið sjálf þennan texta og kafa svolítið inn í hann og bara, já, beðið Guð að sýna ykkur eitthvað nýtt og lesa þennan texta eins og hann sé skrifaður til þín af kannski einhverju fyrirmynd sem þú hefur í trúnni eða einhverju leiðtogi í kirkjunni eða Páli sjálfum. Lest þetta eins og þetta séu orð til þín. Og skulum taka núna, já, cirka 10 mínútur og svo ég með nokkra spurningar sem við ætlum að ræða í svona umræðuhóp. Þannig að, já, bara dive in. Verði ykkur á góðu.
Herðu, já, ég vona að þetta hafi verið yndisleg stund og þið hafið tekið margt úr textanum og allir hafi náð að komast í gegnum textan. Nú ætlum við að ræða það sem að við ræða eftirfarandi spurningar sem væri fínt að fá upp á skjá. Og þessar spurningar eru, og þið megið ræða ykkur í svona hópa 3, 4, 5 cirka í hóp. Þannig að og síðan megið endilega ræða þessar spurningar út frá textanum. Og þær eru eftirhljóðandi. Hvað talaði til þín í textanum? Eða hvað stóð upp úr? Eitthvað sem þú tókst sérstaklega eftir? Hvar getum við séð Jesús í þessum texta? Hvernig lítur það út að vera fyrirmyndartrúara? Og hvernig lítur guðrækni út í þínu lífi? Hvað ert þú að gera til þess að rækta samband þitt við Jesú? Við megum ræða þetta í hópum. Fáið cirka 10 mínútur. Gjör svo vel.
Já, gott fólk. Herru, ég skal gefa ykkur 1 mínútu í viðbót. 2 mínútur í viðbót. Ég býð ekki betur. Jæja, gott fólk. Það veitir mig mikla gleði hvað þið hafið mikla ánægju af þessum umræðum og það hryggir mig að þurfa að slíta hópsamtalið en bara svona þetta, við þurfum að halda áfram en ég boða góða fréttir. Nú ætlum við að tala öll saman og þið ætlið að fá að deila með heildinni hvað þið hafið verið að ræða. Eitthvað aðeins sem að stóð upp úr samtalinu. Þannig að það má bara rétt upp hönd ef þið eru með eitthvað sem að leggur ykkur á hjarta að deila og svo bróðir minni Kristi sem ætlar að hlaupa á milli með mikrofónun til ykkar. Hæ. Gaman að segja Mikael. Sömuleiðis. Heyrðu, við spjöllum ýmislegt. Kannski 2 hlutir sem stóðu helst upp úr. Já. Okkur fannst. Já, nei, þetta er alltaf svo gott að sitja. Hérna, stoppum við, nokkur hluti, en við stoppum við sko hérna það sem kemur hérna guðrækni til allra hluta nytsamleg og gefur fyrirheit bæði fyrir þetta líf og hið komandi. Og akkurat bara vorum að ræða þetta, þú veist,
að rækta trúna. Og það oft kom okkur upp við að stundum hefur þetta orð guðrækni verið svolítið ekki haft í ákvaða merkingu fyrir alla. Einmitt. En þú veist það þetta að rækta trúna, aga sig, búa til ramma sem að fær maður til að huga að Guði, að Biblíunni, þú veist, að hennu kristna lífi daglega. Nákvæmlega. Búa til þessar rútínur hjá sér sem að dregur mann, þú veist, dregur hausinn inn í þetta. Þráttur vissulega við tölum líka að stundu getur rútínan orðið eins konar Guð fyrir manni. Þetta eina leiðin til að upplifa nærveru Guðs að heyra Guð tala, en bara vera opið fyrir því að leyfa heilum anda að vinna. Hitt sem við kannski stoppum við, ellana, ég, var það að það sem talað láta engan líta smáum augum á æsku þína en við fyrir minn trúaðar í orði, hegðun, kærleika, trú og hreinlífi. Okkur langar að snúa þess aðeins við. Til við búum í samfélagi það sem mikil æskudýrkunum, meðan að í okkur þetta samfélaginu sem Tímóteus Páll var í var okkur litið niður á æskuna. Þannig við viljum segja láta engan líta smáum augum á aldur þinn, hver sem hann þú veist, að það á öllum aldri höfum við eitthvað að gefa, að ef við ákvæmt erum guðrækin og leyfum anda Guðs að vinna í okkur, að þá skiptir aldur ekki máli. Þannig að við erum fyrir minn trúaðara hvenær sem hvort sem nýskrifun úr grunnskóla eða á grafabakkanum. Já, Magna, takk fyrir þetta. Gaman að þið skildið deila þessu. Var búin að vera að skoða þetta svolítið með þessa guðrækni. Það stendur hérna hvað hún mikilvæg. Að líkamlega æfing, hún góð, hún mikilvæg, en guðrækni ennþá mikilvægri. Þetta samband sem við eigum við Jesú kemur ekki að sjálfu sér. Eins og að góð heilsa, líkamlega heilsa kemur ekki að sjálfu sér. Við þurfum að hreyfa okkur. Eins þurfum að fara í ræktina með Jesú. Að rækta samband okkar við Jesú. Og líkamlega heilsa góð og hún mikilvæg og hún fyrir þetta líf. En guðræknin, hún ennþá betri og mikilvægari og hún fyrir þetta líf og það komandi, eilíðina. Þannig að við verðum að passa okkur á því að láta ekki það sem gott, fyll ekki daginn okkar með hellinga hluti sem gott, sem hindrar okkur í að komast það sem best og mikilvægast. Og svo einmitt þetta með að ekki líta smáum augum á æsku þína. Ég held að gæti líka hafa verið að tala bæði æskuna en líka bakgrunnans, af því að eins og ég sagði áðan, hann var ekki samþyktur inneinstar, hann var svona outcast, en ekki láta líta smáum augum á bakgrunnin, hvaðan þú kemur eða hvað þú hefur gert, hver þú ert, af því að sá sem þú ert barn Guðs, fyrst og fremst. Hann ekki láta líta smáum augum á því, vertu fullur sjálfstrausti í Guði. Þannig að já, það engin outcast í ríki Guðs. Já, við ætlum að fá kannski einn viðbót, kannski 2, sjáum til. Einhver? Já. Ja, maar je tala ensku, je rekker zo naar God door het huis lensku. Ja. Okay, thank you. I was trying to go back a little bit to verse 1 and 2 of the chapter 4, where we read, and it said, the Spirit clearly says that in later days, some will abandon the faith and follow deceiving spirits and things taught by demons. In verse 2, it said, such teachings come through hypocritical liars, whose conscience have been seared as what's a hot iron. They forbid people to marry and order them to abstain from certain food, which God created to be received with thanksgiving by those who believe and who know the faith. And in 6, he said, if you point these things out to brothers and sisters, you will be a good minister of Christ, Jesus, nourishing on the truth of the faith and of the good teachings that you have followed.
in verse 12, he said, "Don't let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity." You know, what I'm trying to figure out from this chapter is that Bible here is trying to tell us to keep the standard of God, which is the Word of God. And in many parts of the Bible was telling us about the need for us to be careful about deceivers who are rising in this end time, coming with different gospel, which is not what the Bible said. If you look from the verse 1, it said we have to be careful of these people because they come with different messages to deceive us. But the standard of God is the standard of God, and the Word of God is the Word of God. It doesn't change. And as believers, we must have the boldness to speak the Word of God. Amen. And as churches, sometimes we are afraid to say what the God of God, what the Word is saying and is demanding from us. We are afraid to tell people when Bible does not encourage gay pride. I'm sorry, but Bible was mentioning a lot of it, and we are afraid to say that. But the truth is that people also know the truth. When we talk about issues of sexual immorality, stealing, and a lot of them, Bible is Bible, and the Word of God is the Word of God. So it wants us to remain standard. So sometimes people want to come with the umbrella of the name of Jesus Christ, and they come with a different teaching, so that we can say, okay, Jesus is modernized, or gospel is modernized, and we now want to, dance in this modern system. But the Word of God is the Word of God yesterday, today, and it will remain the Word of God forevermore. Amen. And he's trying to tell us in verse 12 that we should be proud. We shouldn't let anyone look down on us. Even if we want to keep the Word of God, sometimes it's difficult for us to keep the Word of God in our places of work, or in our institutions where we are schooling, or in our families, in our neighborhood, or among our friends. We are afraid to say this is not right. But the Word of God wants us to have this boldness, so that when we speak the Word of God, we don't look down on ourselves thinking that, okay, because I'm doing the right thing, and people are not going to, be with me. He just wants us to keep the standard. And the standard is the Word of God, and it doesn't change. Thank you. Amen. Takk fyrir. Já, það mjög mikilvægt að hafa orð Guðs í hjarta sínu, að lesa Biblíuna daglega til þess að, eins og þú sagðir að geta varist þessum villukenningum, að hafa heilagur andi alltaf í okkur, og mikilvægt að lesa orðið til þess að geta varist því sem ekki satt, það sem ekki Guðs orð, og hugsa gagnrýnið. Og það líka mikilvægt að elska alla menn eins og þau eru. Jesús lagði ríkt á það. Og það sem að ég fór svolítið að pæla með hvað það að vera fyrirmynd trúaðra. Jesús ju okkar stærsta og besta fyrirmynd. Svo ég myndi segja það að til þess að vera fyrirmynd fyrir aðra trúara, okkar trúsískinni, að keppast hart eftir því að líkast Jesú meira, af því hann okkar fyrirmynd. Og Jesús talaði mikið að elska náungan, og elska Guð fyrst, og elska náungan. Og öll Biblían hvílir á því boðorði. Og hann segir hérna tók eftir smá endurtekningu í undirbúningnum þegar ég var að lesa allt bréfið, eða las þarna fyrstu 4 kaflana. Það í fyrsta kafla versi 15. Það orð satt og í alla staði þess vert að við því sé tekið að Kristur Jesús kom í heiminn til að frelsa synduga menn, og ég þar fremstur í flokki. Og ég þá númer 2. En hérna segir hann að það orði satt og í alla staði þess vert að við því sé tekið. Hann að tala fagnaðarerindið. Og hérna aftur í versi, ef við fáum hérna textan aftur upp á skjá. Í versi 9, það orði satt og í alla staði þess vert að við því sé tekið. Þess vegna leggjum við á okkur erfiði og þreytum stríð, því að við höfum fest von okkar á lifanda Guð sem frelsari allra manna, einkum trúaðra. Hann segir hérna, þess vegna leggjum við á okkur erfiði. Það erfiði að vera til
staðar. Kannski höfum við ekki alltaf tíma fyrir okkur en við getum lagt ekstra á okkur til þess að elska náungan af því það sælla að gefa en að þiggja. Svo það segir Jesús og Jesús segir að þegar einhver biður að fara 1 mílu með honum þá fara með honum 2. Það þess virði, fagnaðarerindi þess virði að leggja á sig þetta ekstra erfiði. Þannig að mér langar að gefa ykkur eitt svona, hvað segir maður, praxis eða svona eitthvað sem hægt að gera út í daginn að hugsa það hvernig þið getið lagt á okkur smá ekstra erfiði. Hafið þetta raunsætt, hafið bara eitthvað einfalt en hvernig getið þið blessa náungan. Það lykill að nota blessana sem þið hafið fengið til þess að blessa aðra. Hvernig getið þið lagt smá ekstra erfið á okkur eða eitthvað aðeins ekstra til þess að elska ykkar næsta. Ég hvet ykkur til þess að gera það í dag en verið bara raunsæ eins og ég segi aftur og þannig elska náungan, þannig líkist Jesú meira, þannig vera fyrirmynd trúara. Já, og svo eitt í viðbútt, hann segir hérna með náðagjafinnar í versi 14. Vanræktu ekki náðagjöfuna sem þér var gefin að tilvísun spámannana og með handayfirlagningu öldungana. Ef þú hugsaði einhverjar náðagjafir sem að þú hefur sem að þú veist að þú ert ekki að nota og hvet ég til þess að nota þær og getur bara hugsað það, ég veit ekki, út mótið eða áfram. Og ef þú veist ekki alveg hvaða náðagjafir þú ert með eða hæfileika og hvet ég til þess að leita Guðs með það. Og svo hérna Björningi líka með svona náðargjafa próf sem hægt að taka til þess að leipa manni smá. En auðvitað taka því með gagnrýnum hug og vera hreinskilinn þegar maður tekur prófið og leita Guðs með svörin af því að ekkert próf fullkomið. En þið megið endilega tala við Björningi ef þið viljið nálgast eitthvað svoleiðis. En nú ætla ég að gefa ykkur, segjum svona 3 mínútur til þess að aðeins ræða aftur í sömu hópum hvaða praxis ykkur langar að taka með út í daginn. Hvað ætlið þið að leggja á okkur að gera fyrir einhvern. Og svo eftir þetta hafa framkvæmað það. Herru, þið fáið 3 mín.
Jæja, þá vona ég að þið séu komið með gott dagsplan. Ef þið voru ekki komið með gott eru ekki búin að fatta hvað þið ætla að gera í dag ennþá, þá bara hafið ennþá daginn til þess að hugsa það. Og fyrir ykkur sem eru forvitin hvað ég ætla að gera, ég ætla að hjálpa tengdamóður minni að elda mat fyrir mig. Og bara takk kærlega fyrir þessa dásamlegu stund. Guð blessi ykkur daginn og farið í Guðs friði.